Óli, búið að skrifa undir hérna hjá hellinga leikmönnum. Hvernig ferðalagið að byrja? Hvernig er svona feelingurinn akkurat núna? Þetta er spennandi. Þetta er allt í lausu lofti enn sem komið er, sko, en þetta eru spennandi tímar, klárlega, eins og segir. Og nú erum við bara í rauninni að reyna að smala saman í þéttan og góðan hóp og við erum komið með þó nokkrar stelpur. En ef það er eitthvað stelpur sem vilja koma og prófa, endilega komið því, mæli með því. Og við erum svona rétt að koma í svo stað, við erum búin að æfa aðeins í sumar og búin að byrja undirbúningstímabilið núna, búin með eina æfingu og erum að fara að hoppa á æfingu núna. En þetta lítur þokkalega út. Hvernig er svona tilfinningin að vera að byrja í rauninni algjörlega frá núllpunkti að þurfa að safna leikmönnum og allt saman? Það er mjög skrítið vegna þess að ég sko er ekki búin að vera involverað í körfubolta í svolítið tíma sko. Þannig að síðast þegar ég spilaði, það var ég bara í Danmörku, þannig að þetta er búið að vera smá púsluspil, þannig að ég er búin að nota hana Bryndísi Gunnlaugsdóttur hérna og Hönnu Þráinsdóttur til þess að hjálpa mér svolítið og benda mér á hinn og þessa leikmenn og þannig að þetta er svolítið svona búið að vera mjög skemmtilegt en okkur þurfum svona að bæta kannski svona 2-3 leikmennum í viðbót inn í hópinn. Þessi hópur af leikmennum sem þú ert að skrifa undir í dag, þetta er mikið og breiður aldurshópur, eldri konur og ungar stelpur. Hvernig líst þér á þetta? Ekki nota orðið eldri konur, sko, þær eru allar ungar í anda og tilbúnar í þetta, þannig að mér líst vel á þetta. Þær eru allar mjög metnaðarfullar og til í tuskið og ætla virkilega að gefa allt í þetta, þannig að ég held að það geti komið vel út í vetur. Komið tíma á íringarnir settið saman í meistaraflokk kvenna? Löngu komið tíma á þetta. Það þarf að koma svolítið uppgangur í kvennakörfuna og gera það svolítið vel í gang. Nú, stutt liðið á svona silly seasonu, svo má segja, hjá ykkur, en ertu fann að hugsa eitthvað í hausnum með svona einhvers konar markmið eða annað? Nei, ég í rauninni ekki. Það er svolítið að skoða hvaða hóp maður verður mér í höndunum þegar slagurinn byrjar, sko. Þannig að í rauninni er það ekki komið ennþá. Við erum bara svona að finna þéttan góðan hóp, mynda svolítið stemningu og það er svolítið undir okkur komið þetta bara bæði hjá mér og leikmönnum að búa til svona góða meðbyr og ná góðu raunni í vetur.